Komið sælir áhorfendur góðir og takk fyrir síðast Örn Arnarsson hér í Akraneshöll og hér framundan leikur Kára og Augnabliks í þriðju deild karla. Þriðja deildin fer á stað. Þessum leik mun lýsa Hannibal Hauksson og með honum Arnór Smárasson hérna á eftir, en Hannibal, já, þriðja deildin að fara að rúlla á stað. Ég vissum að þeir sem hafa fylgst með Kára undanfarin ár eru spenntir fyrir þessu sumri. Já, heldur betur. Þetta er svona ákveðin gleði tíðindi. Ég sé líka stendur út á skjánum hjá einhverjum 10 stig hiti á logn. Það er alltaf logn í Akraneshöllinni, en það er ekki alltaf logn hjá liðinu sem er að spila hérna. En já, ég er bara mjög spenntur. Ég vona bara að Káramenn komi tilbúin til leiks og svona við tímabili fyrra sem að kannski fór ekki alveg eins og menn vildu. Þá held ég að menn séu peppaðir í þetta núna. Sko, ég fór aðeins yfir það bara fyrir hennar leik. Deildin byrjaði reyndar í gær með leik Víðis og hverja? Víðir og Hvíti Riddarinn. Víðismenn unnu. Víðismenn unnu spáð efsta sætinu í þessari deild í ár. En ég var svona að taka saman þessi lið náttúrulega mættust tvisvar sinnum í fyrra. Það sem að Káramenn unnu fyrirleikinn í Kópavogi 2-4 og svo heimaleikinn hérna 2-1. Þannig að Káramenn virtust hafa tak á Augnabliki fyrra. En ástæður eru auðvitað á þessu liðum. Þetta er náttúrulega þessi liður pínu lík. Kári náttúrulega er svona, já, hvað segir maður, svona venslafélag við IA og meðan Augnabliki er venslafélag við Breiðablik. Akkurat. Þannig að þau koma svona úr kannski svipum umhverfi, en Káramenn enduðu tímabili fyrra í 5. sæti með 10 sigra, 4 jafntefli, 8 töp, 34 stig, skoruðu 38 mörk og fengu 34 mörk á sig með 4 mörk í plús. Og ef við berum þetta saman við Augnablik, þá enduðu þeir í 7. sæti fyrra með 8 sigra, 7 jafntefli og 7 töp, 31 stig. Og markatalan þeirra var 36-32, líka 4 mörk í plús þar, þannig að þetta var svona nokkuð álíka tímabil hjá þeim þannig í fyrra og kannski sennilega betra tímabil hjá Augnablik heldur fyrirfram var áætlað miðað við það hvernig til dæmis Káramenn kannski voru í aðeins verra tímabilinu var áætlað fyrir. Akkurat, og það er náttúrulega kannski áhugavert eins og þú nefndir, þetta eru bæði venslafélög í rauninni og eru mjög í rauninni háð, ég ætla kannski ekki að segja duttlungum, en hérna háði í rauninni hvaða leikmenn í boði hverju sinni. Af því að hér eru við í Káraliðinu eru leikmenn sem eru að spila líka, kannski eru í öðrum flokki á IA fyrst og fremst. Og eru ekki alltaf allir í rauninni klárir í alla leiki, þannig að það getur haft áhrif á þennan leikir í dag bara hvaða leikmenn eru til taks. Algjörlega, þetta hefur kosti og galla og ég held að í þessu tilfelli fyrir Breiðablik og IA held ég að kostirnir séu fleiri. Gallarnir kannski koma svolítið niður á Kára og Augnablik, en á sama tíma eru þau kannski að fá menn sem maður myndu annars ekki fá. Ég held að sé rétt hjá mér að hvorugt þessara liða er að sækja sér leikmenn í önnur lið þannig, eða þannig séð, þetta er svona meira byggt bara á heimastrákum bæði liðin. Akkurat. Og já, ég trúi því að menn sem eru að spila hérna í þriðju deildinni í alvöru svona fullorðins bolta eins og þetta er oft kallað, ég held að hjálpi ungum strákum gríðarlega mikið. Já, og þetta Káraliðið hefur, og þetta samstarf Kára og IA hefur verið gríðarlega mikið í umræðunni undanfarið, meðal annars í IA TV hlaðvarpinu sem að fór á staðum daginn, að þá þegar við vorum að tala við Arnór Smárasson sem verður hérna á eftir, hann talaði mikið mikilvægi Kára fyrir IA. Síðan kom Jón Þór Hauksson, þjálfari meistaraflokks IA, hann talaði mikið mikilvægi samstarfsins við Kára og þetta samstarf hefur tekið á sig einhvern veginn fastari mynd, skýrari mynd núna í vetur, sem er kannski breyting frá því að þú myndist á síðasta tímabil sem var ákveðin vonbrigði hjá Kára. Mögulega er þessi skýrari rammi í kringum Káralið og samstarfið í IA kemur til með að hjálpa þeim að stíga ofar í töflunni á þessu ári. Algjörlega, og ég held líka eins og fyrir bara IA að því hærri deild sem Kári er að spila í, því mun betra held ég það sé fyrir IA. Þannig að ef markmið Kára sé að komast upp í aðra deild aftur, sem ég held að hljóta að vera markmið þeirra, að það mun bara styrkja IA á sama tíma. Þannig að ég bara enn og aftur, maður tekur hatt sér ofan fyrir Sveinbjörn Geir Hlöðversinni, hvað hann er búinn að standa í þessu með þetta Káralið og leggja mikið á sig og fórna miklu fyrir þetta félag og uppsker vonandi eftir því. Já, algjörlega. Við höfum náttúrulega upplifað drauma tímabil sem að kannski varð endasleft hérna í tímabili 2018 sem var náttúrulega bara stórkostlegt og voru í rauninni, þá voru þeir hálsbreytt frá því að fara upp í fyrstu deild. Akkurat. En svona fætirnir svona kiftust undan, ég ætla ekki að segja að þeim hafi verið kift undan þeim, en það gerðist ákveðnir hlutir sem að gerði þeim
erfitt að stíga það skref en við lifum í voninni að komast aftur einmitt á þann stað að Kári sé einmitt, held ég bara svona, hvað að segja, stöðugt annar deildarlið vegna þess að önnur deildin, það stigsmunur á annar deildin og þriðju deildin upp á þróun leikmanna sem að vonandi geta síðan notað Kára sem stökkpall inn í þá meistaraflokksliðið í að. Klárlega. Og svo á sama tíma líka, ég menn þetta þessi liðnátt eru líka með einhverju leikmenn sem eru bara leikmenn Augnabliks og leikmenn Kára. Og það bara líka flott að strákar sem að kannski hefðu annars jafnvel bara hætt í fótbolta. Hérna komið plattform fyrir þá til þess að halda áfram að vera í íþróttinni sem þeir elska. Sko. Já. Og það kannski, það á dagskránni hjá okkur í IATV hlaðvarpinu einmitt á næstu vikum að fá Aron Ími, þjálfara Kára í spjall hjá okkur þar sem að við svona reynum að forvitnast nánar og fá svona nákvæmari útlistingu á þessu hvernig Kára, hugmyndin Kári og við meðum ekki gleyma Skallagrími eins og líka, þeir eru í þessu sömu svona ringiðu, Kári, Skallagrímur, IA og það verður mjög forvitnilegt að heyra í rauninni svona að fá nákvæmari útlistun á því hvernig þetta allt saman hugsað. Algjörlega. Sem einu heild. En ég held að við förum að bara renna yfir byrjunarliðin. Sjáum þau hér, Logi Mar Hjaltesteðir í markinu hjá IA nummer 1, fyrirliðin Sverrir Mar Smárason nummer 3, nummer 4 Hafþór Pétursson, nummer 10 Gabriel Þór Þórðarsson, nummer 14 Fylkir Jóhansson, nummer 16 Nikolás Ísar Bjarkason, nummer 18 Sigurjón Logi Bergþórsson, nummer 20 Marteinn Theódórsson, nummer 21 Sveinn Svavar Hallgrímsson, nummer 23 Hilmar Elís Hilmarsson, nummer 57 Arnar Már Kárasson. Marin og Hilmar ekki í byrjunliðinu. Nei. Og þá kannski ekki þetta ólíklegt að Fylkir Jóhansson taki stöðu sína hann hefur verið að spila framan af vetri, spilaði mikið í fremstu stöðu upp á topp. En Augnabliksliðið þannig skipað í markinu fyrirliðin Darri Bergmann Gylfason nummer 1, nummer 4 Arnór Daði Gunnarsson, nummer 8 Brynjar Óli Bjarnason, nummer 10 Jón Veigar Kristjánsson, nummer 11 Andri Már Strange, nummer 14 Breki Barkarsson, nummer 20 Tumi Fannar Gunnarsson, nummer 33 Eysteinn Þorri Björgvinsson, nummer 34 Jón Þór Atli Ingólfsson, nummer 55 Daniel Smári Hlinsson og nummer 83 Halldór Atli Kristjánsson. Já, þú komst inn á þessum með Marin og Hilmar, þetta sko núna fyrir mótið var þessi árlega spá þjálfara hjá fótbolti.net og þar IA, Kára spáð öðru sæti og Augnablik spáð fjóra sæti, þannig að við erum að horfa hérna á 2 af mögulegum toppliðum í þessari deild. Marin og Hilmar ekki í byrjunarliðinu hjá Káramönnum og á sama tíma Viktor Elmar Gautason ekki heldur í byrjunarliðinu hjá Augnablik og þetta eru 2 leikmenn sem eru taldir lykilmenn hvoru liðs fyrir sig. En á sama tíma náttúrulega verið áhugavert að fylgjast með markmönnum beggja liðana, bæði Darri Bergmann sem talin einn af lykilmönnum Augnabliks og á sama tíma Logi Már sem svona mjög athyglisverður ungu markmaður sem verður mjög skemmtilegt að fylgjast með og það alltaf loða við þetta Káralið, það alltaf svona markmennirnir skipta miklu máli. Miklu máli. Sjáum varamannabekkina hér, Bjarki Rúnar Ívarsson varamarkmaður þeirra, aðri leikmenn á bekknu hjá Kárar, Fjalar Örn Sigurðsson, Kolbeinn Tumi Sveinsson, Axel Freyr Ívarsson, Tómas Týr Tómasson, Marin og Hilmar, Ásgeirsson og Hektor Bergmann Garðarsson þjálfarar, Aron Ími Pétursson og Andri Júlíusson, þreytist nú ekki á að kalla hann Kára Góðsögn. Akkurat, að vinna fyrir því. Þó hann sé nýhættur á bekknum hjá Augnablik Hrannar Bogi Jónsson, Steinar Hákonarsson, Benedikt Aron Ívarsson, Nökkvi Egilsson, Guðni Rafn Róbertsson, Freyr Snorrason og Rúnar Ingi Eysteinn og þjálfari þeirra Sigmar Ingi Sigurðsson og þú nefndir það einmitt áðan að þessi lið eru náttúrulega eins og segir venslalið og þarna kannski ein birtingarmynd á því að það engin erlend nöfn á leikskýrslu hjá hvoru þessu liði í dag. Akkurat, eins og við komum inn á það, þessi lið eru lítið að sækja menn út fyrir sinn, svona, ef við getum kallað þetta kjarna í sínum félögum sem eru þá venslafélögin þeirra og það er svona, þetta skemmtileg hugmyndafræði sem gaman að fylgjast með þróast. Ég held að þetta bara eftir að aukast hjá þessum stærri félögum. Það vilja félögin halda leikmönnum sínum sem lengst hjá sér og það ekki pláss fyrir það alla. Þannig að hafa svona alvöru lið sem að það geta nýtt til þess að láta þessi strákar spila fullorðins bolta. Þetta framtíðin held ég sko. Og þetta þekkt. Þetta náttúrulega þessi B-liðin til þessi svona Spáni, þetta mjög mikið búið þar og svo stærri liðin í dag að kaupa félög út allt. Ég veit ekki hvað var eigandi Manchester City voru að kaupa lið nummer 13 eða eitthvað daginn, þannig að Chelsea að gera líka, þannig við erum bara hérna litla Íslandi að gera þetta sama. Svo erum við náttúrulega farin að sjá þetta í kvennaboltanum líka.
sem að svona undanfarin ár hefur þetta verið að færast í aukana líka þessi venslafélaga hugmynd líka í kvennaliðunum, sérstaklega náttúrulega á stærri klúbbunum. Og það er Augnablik stórt félag í þeim pakka þar. Akkurat. En náttúrulega Breiðablik náttúrulega býr við þann mun að vera með óbúslega mikið af iðkendum. Og það ef okkur finnst við þurfum að búa til annan plattform fyrir okkar strákar til að halda áfram að þróast og stelpur, og þá held ég að sé miklu mikilvægt fyrir Breiðablik. Það er svona draumsýn í kvennaboltanum að í að verði aftur það stórt að við þurfum kvennalið Kára. Það er kannski bara framtíðin. Algjörlega. En þú komst inn á það með Andra Júlíusson sem er náttúrulega búinn að leggja skóna á hilluna. Það er núna komin, hvað er hann ekki, titlar aðstoðarþjálfari eða? Jú. Ég held að þetta sé nú bara báðir titlar sem þjálfarar á leikskýrslu. En það sem sagt sko í fyrra þá notuðu Káramenn 34 leikmenn á tímabilinu og 10 af þessu leikmennu skoruðu, og þar var Andri Júlíusson markaðastur með 13 mörk í 18 leikjum, sem er náttúrulega bara mjög gott. Það var heldur 3. eða 4. markaðastur í deildinni. Finnbogi Laxdal með 5-17 og Fylkir með 5-22, og svo Kolbeinn Tumi sem er undir á bekknum í dag, hafa með 4 mörk í 11 leikjum í fyrra. Já. Og ef við skoðum eins og hjá Augnablik. Fyrirgefðu, ef ég fæ að skjóta inn, þetta Andri Júl markaðastur leggur skóna á hilluna, það hlýtur að vera í rauninni sko líkilega að það verður einhver að koma og fylla í það skarð. Og þar eru menn kannski að hugsa Marin og Hilmar. Og þú nefndir einmitt líka Finnbogi Laxdal, hann er ekki á Kára í sumar heldur. Nei. Þannig að það vantar mörk og það verður spennandi að sjá hver mun stígu upp, og ég gerir það fyrir að verða einhver. Fylkir var mikið að skora í vetur, heldur það áfram inn í sumarið, eða sjáum við kannski Hector Bergmann eða álíka leikmenn. Akkurat. En svo sama tíma í fyrra þá voru markaðastu menn hjá Augnablik, við skoruðu 36 mörk og þá voru 16 leikmenn sem skoruðu, og markaðasti maður þeirra var Bjarni Þór Hafsteinn með 5 mörk í 13 leikjum. Hann er ekki í liðinu í dag, ekki frekar en Arnar Laufdal sem var einnig með 5 mörk í fyrra. Já. Þannig ég ætla að fara að draga mig í hlé. Arnór Smárásson er mættur og þið ætla að lýsa þessu leik, Hannibal. Ég bara óska ykkur góðs gengis. Já, takk fyrir það og gangið vel á tökkunum. Takk fyrir. Arnór að koma sér fyrir, það er stutt í leikinn en ekki 2 mínútur, en liðin eru nú ekki alveg tilbúin sínast mér. Og það verður að byggja á Akranesi. Spennandi verkefni hérna í íþróttamannvirkjunum. En þá var hann mættur Arnór Smárásson, velkominn til leiks. Blessaður. Já, og þú mistir aðeins, þú varst sennilega að æfa þig eitthvað í fótbolta áðan, en þú mistir aðeins, við vorum að fara yfir tímabili í fyrra hjá báðum liðum, og svona að þessi liði eru keimlík. Kári náttúrulega er svona afsprengi af IA og Augnablik er afsprengi af Breiðablik. Hvað finnst þér svona sem leikmaður að hafa svona starf í kringum félögin fyrir svona auka leiki fyrir leikmennina? Já, mér finnst það náttúrulega bara krúsjál. Sérstaklega fyrir klúbb eins og IA sem að þarf að vera góður í því að halda utan þessa uppöldu leikmenn og búa til knattspyrnumenn fyrir á endanum meistaraflokk IA. Þetta er frábært svona milliskref fyrir svona þessa leikmenn sem eru kannski, eins og ég segi, í smá milliskrefi, og það er gott fyrir að fá mínútur hér í bara þokkalegri deild, alvöru fullorðins fótbolti. Akkurat. Og þetta er dýrmæt reynsla fyrir þessa stráka, og eftir að ég kom til klúbbsins í vetur, og þá mér líst rosalega vel á þetta samstarf milli þessara tveggja liða. Það er greinilega mikill svona samgangur og eins og þetta á að vera. Akkurat. En deildin byrjaði í gær, Víðismenn sem er spáð held ég alveg örugglega fyrsta sæti, þeir unnu Hvíta Riddarann 3-1, og þessi lið þeim er spáð í toppbaráttunni líka. Þannig að þetta verður örugglega hörkuleikur. Já, hörkuleikur. Bara þvílíkt spenntur fyrir komandi sumri. Það er sérstaklega náttúrulega Káramanna. Þetta, eins og þú segir, þetta eru 2 lið sem er spáð í toppbaráttuna, og það verður gaman að fylgjast með því. Heldur betur.
ætti leikurinn að fara að hefjast hvað hverjaliðin ekki komin hérna inn á völlin en ef við förum það aðeins í IA-liðið, þið byrjuðu að spila í gær, mættu Grindavík. Já. Það fór nú ekki alveg á besta veg. Nei, þetta mikil vonbrigði að þetta var ekki byrjunin sem við ætluðum okkur. Og það klárlega fullt af hlutum sem við þurfum að laga, fullt af hlutum sem við þurfum að læra. Við þurfum að læra, vera fljótir að læra þeim. Því að þessi deild, hún verður mjög erfið og það verða margir 50-50 leikir. Þótt að okkur sé spáð velgengni þá þýðir það ekki að það gerist að sjálfum sér. Alls ekki. Þú færð ekkert gefins, þú þarft að vinna fyrir hverju stigi og við vorum ekki klárir sérstaklega fyrir áleik í gær og við þurfum bara upp á hestinn og gera betur næst. Það vil til að læra margir leikir eftir? Já, það er náttúrulega að jákvæða við þetta en eins og ég segi, við þurfum að læra fljótt af þessu og mæta tilbúnar í næsta leik. En hérna sjáum við liðin mætt inn á völlin. Dómgæslan í dag er í höndum Ásmundar Þórs Sveinssonar, Tryggva Elías Hermannssonar og Steinars Aron Magnússonar og óskum við þeim góðs gengis líkt og leikmennu liðana. Þannig að koma fyrirliðarnir, þú kannast nú við fyrirliða Kára? Jú, þykist kannast aðeins við þennan númer 3. Hann er hann har aldrei verið í betra standi kallinn. Lítur vel út á velli og hann er gaman að gott að fá Sverrir inn aftur í þetta Kára-lið. Hann er með mikla reynslu úr þessum deildum og mikill karakter og ég veit það að hann er og ástar að hjálpa þessu strákum mikið í sumar. Algjörlega. Hleypur hann í liðsmyndatöku hjá Sveinbirni Geir sem er enda á leiðin í stekkinu eftir en það er önnur saga. Já, mikið húllum hæ hérna fyrir leik. Já. Gaman að sjá. Myndalegi menn bara á mynd, það er bara fleiri. Já, þetta er allt fjallmyndalegi skagastrákar. Og eiga margir hverjir ekki langt að segja það. Svo vinna Augnablik ætlar að sækja í áttina að Reykjavík fyrir áleik á meðan að Skagamenn sækja í áttina að Hvalfirði. Eða Hvalfjarðarsveit. Ég veit ekki hvort það sé betra að vera. Augnablik ákveði að byrja með vindi fyrir áleik, sýnist mér. 10 stig hiti í höllinni, það er nú ekki alltaf þannig. Fögnum því. Við fögnum því. Ég kom mér þessi úlpu sko. Kára minn stilla mjög hefðbundið. 5-3-2. Sýnist mér á öllu. Já. Sverrir Hafþór og Vilmer í vörninni. Gríða sterkt hafsendapar fara færinni. Það er mjög mikilvægt í þessu leik að hafa sterkt miðvarapar og eins og við varum að fara yfir áðan með Erni fyrir leikin að bæði liðin eru með mjög áhuga að vera markmenn og ég kem til með að trúa því að þeir eru eftir að setja svipsinn á þennan leik báðir. Þetta kemur Augnablik. Það er rólegast að leikurinn eðlilega. Hérna byggja upp svo. Byrna vinstra megin. Hann er alveg upp að teikna Ég lesi að sóti þarna boltan. Smá miskilningur. Smá hik í byrjun leiks. Þetta er fyrsti alvöru leikutíðanbilsins og vafalist einhverja taugar í mönnum. Já, sem að Fylkir er framalega hjá Kára í dag eins og við vorum að ræða fyrir leikinn. Fylkir og Nikolás upp á topp. Já.
Gabriel Arnamár og Sigurjón á miðjunni, Sveinn Svavar og Marteinn í bakvara, vingbak stöðunum. Sveinn Svavar mjög áhugaverður leikmaður sem einmitt var minnst á í uppgjörunni á fótbolti.net þessa deild sem áhugaverður leikmaður fylgist með. Sammála því. Sveinn Svavar er búinn að æfa með meistaraflokki í allan vetur og gríðarlegt efni. Mikið metnað og bara alvöru bónda íþróttaskrokk, má segja. Og hann er algjör vél upp og niður vænginn og hafsendar okkar og oftar en ekki að njóta góðs af því. Akkurat. Hann er út allan völl. Það er Rámstad. Fín lína þarna á Káramanum. Sverrir tekur þessa aukaspyrnu. Langur fram af Nikolás. Arnór Daði skellar þetta út af. Vel gert. Hornspyrna, fyrsta hornspyrna leiksins. Káramenn fá hana. Marteinn Theódórsson hleypur út á horn, fór alltaf að taka fyrir markið. 5 leikmenn hjá Kára sem hafa verið að æfa með meistaraflokki IA í meira og minni allan vetur. Það er alltaf bara frábært sem við tölum í upphafi að þeir fái tíma til að þróa sín leik hér. Betur, góð hornspyrna. Boltinn inn að teiknum. Og bara þar. Komið sér burtu. Þarna var boltinn bara lág og enginn náður en já. Darraðans. Sveinn Svavar tæpur náður í skotinu hana en komið sér burtu. Gjappa reyna að draga tilbaka og komið sér skotfæri. Efnast ekki alveg. Fín pressa á Káramönnum. Marteinn, kemur boltanum. Sigurjón, fyrir skotið. Það verðast þessu. Það er fyrstu boltinn inn á Nikolás. Það er ekki engastið. Fín pressa hjá Káramönnum hérna. Þetta er bara vel gert. Vel gert í Arnarm á. Stefán Nátt kemur þessu tilbaka. Það er yfir á Sverri. Skiptir yfir til vinstri. Góði bolti. Nikolás að sleppa inn fyrir. Þessum út af Marteinn. Laka rangstöðuna. Einn Blikksmaður sem liggur á vellinum. Ég sé nú ekki alveg hvernig þetta er. Fín byrjun á Káramönnum. Já, fín byrjun. Flott pressa og svo kemur langur bolti sem þeir hafa greinilega lagt upp með í byrjun leiks. Reyna að yfirmanna diagonal, vinna skallan og koma sér þannig inn fyrir. Við getum upp spil og það er saman að þeim langur fram. Kemst upp inn fyrir. Bolti fyrir en
Aftur fyrir markspyrna frá marki Kára. Já, einhver smá sofandi háttur hérna. Já, komist bak við vörðina hérna. Það sem kom Fylkir, tekst ekki, einhversmenn ná finna Arnar. Sverrir tilbaka á Loga. Breki, Nikola sækir að honum, kemur hann tilbaka. Það er Brynjar Óli. Kemur hann út á Arnar, pressan hjá Kármunni kemur strax. Fylkir, senda hann tilbaka á Darra. Sýnir fannir hana. Þetta er aukaspyrna held ég. Brynjar Óli. Hilmar Eli kemur hann tilbaka og Loga. Sleppur við að fara í þakkið. Kemur fram að þessum bolta. Daniel kemur boltan hann út á. Augnabliksmenn aðeins að fara þessu upp í skafti. Já, Jón Vegar ætlar að taka þessa hotspinnu. Átta og hálf mínúta liðin þessu leik. Bíðum ennþá eftir svona fyrsta alvöru færunu. Kármenn voru nálægt í áðan eftir hotspinnu. Sjáum hvað Augnablik gerir hér. Þannig er með hann út á Andra Már. Það var lengi yfir á kantinn, tekst ekki. Það endar í innkasti. Jón Þór Atli ætlar að taka. Svo pressa hjá Nikolasi. Það er aðeins að trufla okkur hérna Augnabliksmenn með þessi nöfn á bakinu á sig sem harmonir ekki við nöfnið þeir í alvörunni. Já, það er svoleiðis. Já. Brynjar reyndar með rétt nafn. Koma Káramenn hérna hrattu upp. Gott hlaup hjá Sigurjóni og fær boltan. Flotta bolti. Sterkur hann að vinnur þetta. Kemur út á Theodór. Sem kemst fram hjá Jón alltaf. Boltinn á tegnum. Gabriel. Gott skot en rétt fram hjá. Já, vel spila. Þetta þetta vera Sveinn Svavar með skotið innan, jú. Sýndist það. Kemur hann í overlappið eins og hann er vanur. Já. Mátti alltaf reikna með hann manna. Gerir þetta vel. Augnablik spila þetta stöð. Sigurjón sér bara hvað Sigurjón er drúgur í þessum hlaupum inn fyrir. Já. Hann er stór og sterkur. Veit að boltarnir koma, hann tekur þessi hlaup og hann er oftar en ekki, vinnur oftar en ekki þessa bolta og hérna og líka með skrokkin í það. Já, heldur betur, búinn að fylgjast vel með Kára Lind í vetur og hann búinn að vera einna bestu mönnunum hann og hann verður mjög mikilvæg fyrir það sumar. Langur bolti fram sem að Hilman er að skalli burtu. Sigurjón Gabriel kemur boltanum út á Svein. Gabriel aftur. Skiptur hann vinna yfir. Flott skipting við Gabba. Tilraun hann á þríðningsspil milli Sigurjóns og Augnablik vinnur hérna boltan. Fyrsta gula spjald leiksins. Það fer á Arnar Már. Þetta verður hárrétt. Já, fyrst að missir af honum manna þá verður hann að brjóta. Getur hann gert það aðeins? Já.
aðeins betur til þess að fá ekki gulaspjaldi, ég veit það ekki. Þú verður klárlega að brjóta í þessu stöðu. Langur bolti fram. Andri Már. Jón Þór með honum, hann kemur ekki boltanum á hann. Góð vörn hjá Káramanum. Jón Þór tekur engastið. Þannig að nafnum sinn Jón Veigar og aftur Jónandir spila hérna saman. Hendi. Þetta bara frábær pressa á Káramanum. Sigurjón. Marteinn úti, fær hann. Nikolas tilbúinn. Sigurjón hlaup, enn eitt hlaup inn í deginn. Marteinn heldur áfram sjálfur. Sannilega engast. Sökur hann hálspunna, ég sá það ekki. Engast. Þetta nú. Ég hitti nú hérna Andra Júlíusson aðstoðarþjálfari hérna fyrir leik og mér leið svona pínu svo steinda í afturhaldningu þáttunum þegar ég var að spyrja hann svona hvort það var eitthvað að frétta af liðinu og hvort eitthvað var meiddur og svona, hann vildi ekkert gefa upp. Þannig ég veiði það ekki neitt. Nei. Andri stíga sín fyrstu skref í þjálfun. Já, ég held að það er mjög gott líka fyrir þá strákan að hafa hann inn í hópnum áfram þó hann sé hættur að spila. Já, klárlega. Hann eins og ég segi, var náttúrulega bara búinn að vera afinn hérna í ansi mörg ár og búinn að vera frábær leikmaður fyrir Kára og Skagan og fleiri liði á sínu ferli. Akkurat. Tekur núna næsta skref yfir í þjálfun og hann hefur gríðarlega mikið metnað og ástríðu fyrir leiknum, ekki minnst. Nákvæmlega, fótboltinn er bara... Það er ekkert að hafa í svona deild og svona liði. Já. Með Aron Ýmir með sér á hliðarlínunni sem að þráttur ungan aldur hefur mikla reynslu á þjálfun. Akkurat. Og þetta er náttúrulega líka bara önnur hlið á þessum sama peningi með þessi félög að fyrir líka bara unga þjálfara að fá reynslu í alvöru deildum. Já, það er bara mjög jákvæmt. Augnabliksmenn byggja hérna upp sókn þegar fyrsta korterið er að klárast í þessum leik en býða eftir fyrsta alvöru færinu. Nikolas með góða pressu hérna, Sigurjón fylgir hann boltinn aftur á Darra í markinu. Sannilega er gert að enda með að þurfa að spilna boltanum út af. Finnst bara pressan hjá Káramanum fyrsta korterið er búin að vera alveg excellent. Já, ég sammála því. Sigurjón mann í bakinu, leystur þetta vel, kemur hann út á Martin, snöggur inn á fylki. Reynda komin á Gabriel, gekk ekki, augnabliksmenn komast fyrir þetta. Tumi fann að gera það. Það er svona eins og Káramenn ætla að liggja þess tilbaka, leifa Augnablik svolítið að vera með boltan eins og leiðu þeir vinnan. Þeir setja pressuna og koma hratt upp. Algjörlega. Fylgir. Mér finnst það að vera hárrétt leikplan enn sem komið er allavega. Já. Þetta er á Sigurjón sem að gera þetta vel. Stingur hann inn á Nikolás sem er snöggur. Nikolás kemur sér í fínt skotfæri, stöngin. Endar svo í höndunum á Darra. Þetta var vel gert fyrir Nikolási. Óheppinn með skotið þarna. Sjáum þetta enn aftur. Tekur boltan, gera svo bara árás á hann. Já, þetta er virkilega vel gert. Óheppinn að syngi ekki netinu, en þetta var vel útfarsókn á Káramönnum. Koma boltanum út á vænginn á Marteinn sem er klókur í fótbolta og finnur Sigurjón bara fyrsta touchinu.
Sigurjón gerir bara mjög vel. Algjörlega. Kemur Nikolás inn fyrir og þetta svona vilja að ég held þjálfarnir byggja þetta svolítið upp. Það skólabókið dæmi það. Já. Aukaspinna hérna sem að Augnabliksmenn fá hverjum 10 metrur fyrir utan teig. Það Jón Veigar og Andri Már sem standa þarna yfir boltanum. Já, menn Augnabliksmenn með marga menn við teginn tilbúin á hlaupin í kemur skotið og þetta yfir. Logi með þetta allt undir kontról í markinu. Já, Logi með þetta hreinu. Logi annar sem að búinn að taka stór skref í vetur. Átti til að mynda frábæran leik í bikarnum fyrir ekki svo lengur síðan á móti Þór. Það sem að Káramenn áttu frábæran leik á móti lengjudeildarliðinu. Algjörlega. Og þar var Logi fremstu með jafninga. Okkur bolti fram á Nikolás. Það rólítið varnað. Nikolás gefur boltanum á Sigurjón. Vont fyrsta touch en sleppur til. Marteinn með hægri. Jájá, til að reyna þetta. Darri tók þetta. Marteinn hefði sannlega viljað hafa hann á vinstri en Ef hann hefði fengið að velja, það nú sennilega tekið vinstri. Þetta bara ágætis tilraun. Komið 2 skotmál á stuttum tíma frá Kármannum. Augnabliksmenn byggja hérna upp sókn. Það langur fram. Þetta til Andra Más. Það komið hlaupið á bakveg en Andri notaði ekki. Breki Eysteinn boltan með frá jörðinni. Skot, sending, sennilega sending. Káramenn þurfa að passa þetta svæði fyrir framan hafsendina. Gömlu góðu hóluna. Fyrsti bolti í þakkið. Já, það geta þetta að gerast aftur. Káramenn skila boltanum allir eftir á Darra í markinu. Fyrsti í þakk á 20. mínútu, við tökum það alveg. Já. Augnabliksmenn Svetsjava stendur vaktina vel hann, vinnur bolta, vel gert. Þessum út af í innkast, vildi fá eitthvað meira en það en Já, hann var búinn að gera vel hann að vinna boltan, það bara mátt skila honum frá sér. Vinnur hann aftur. Saman Nikolás, góð snerting. Ekki dæmt. Óheppinn hann að Nikolás. Gamla góða hefni. Já. Brotsbyrjingurinn. Ótt að láta einhvern annan gera það. Það þarna málinn. Ja, þetta bara gult spjald. Það ræða þetta vel á lengi. Já. Minn maður er alltaf mættur í smá bandið. discussion. Góður í því. En nauðsynlegt.
Þegar við öllum bandið þá átt að gera þetta. Já. Leikurinn kominn aftur í gang. Hérna upp vinstri kantinn, boltinn teginn, endar hjá Loga í markinu. Hundur að koma hann með leik. Hilmar inn á miðuna, tæp sending hérna en fylgir nær þessu, kemur hann með Sigurjón. Fín pressa núna frá augnablik en Káramenn leysa þetta vel. Já, vel leyst. Gabriel. Og Klaus Niklas í barðunni ekki dæmt, það var að passa sig. Darri yfirvegar hérna á boltanum. Tjónum á Brekka. Tjónum á Eystein. Skiptingin henni yfir. Tekst ekki. Sigurjón óheppinn annan er ekki þessum bolta. Jón Þór gerir það. Nei, bara vilja sjá Martin taka boltan niður. Það er svo mikilvægt þegar þú ert búinn að vinna boltan að fyrsta sending sé á samherja. Það hjálpa liðinu svo mikið. Spilað Marteinn en sleppur með þetta. Þetta er vel spilað. Nú Fylkir. Gætti að Fylkir í kemur hann upp í hornið á Marteinn. Sendingin fyrir markið. Gabriel. Káramenn ennþá með boltan. Endar í hornspyrnunni. Ég er ekki viss með Sigurjón að vita hvað hann var aleinn þarna þegar hann skallaði boltan til Gabriels. Það er nógan tíma. Já, gerir það samt vel. Gríðarlega. Leggur boltan beint fyrir Lappandara Gabriel sem er óöppið með skotið. Já, óöppin að klára þetta ekki. Fínasta sókni á Káramönnum. Flottu borti á Martini. Enn og aftur eru þeir að finna Sigurjón í þessum lengri boltum. Akkurát. Marteinn tekur þessa hornspyrnu frá hægri. Nær flottur bolti, óheppinn hérna Hafþór. Þetta var góð hornspyrna og í raun og veru held ég að Hafþór hafi bara verið hissa hvað hann var aleinn þarna í að skalla hann bolta. Lár bolti, hann hefur ekki reiknað með því að hann skildi fara fram með fyrsta manni. Nei. Þetta er ágætis færi. Þetta er ágætis færi, já. Eysteinn eitthvað hnjaskast í þessari hornspyrnu en virðist alltaf harkað af sér. Spilar með þessi Darri. Eysteinn. Brynjar Óli. Hangur upp í hornið. Það er þessum bolta. Kemur fyrir í skotið hérna. Jón Vegar. En yfir markið. Það er allir líkur. Fyrsta svona alvöru skot. Já. Þeirra augnabliksmanna. Hann treysti greinilega fætinum í þetta skot, þannig að þurfa Káramenn að gera eins betur þegar langi boltinn kemur yfir. Þeir eru þarna 2-3 á honum, hann má ekki komast í gegn á. Hættulegu bolti hérna en Hilmar. Káramenn engastið. Nikolas, vel gert. Marteinn tekur engastið. Fylkir sækir hennar bolta, kemur eftir Marteinn, kemur eftir. Hafþór frá
Góða kross, en Eysteinn kemst fyrir þetta. Komaði augnabliksmenn. Eysteinn. Hilmar kemst inn í þetta. Kemur inn á Fylki. Þeir sem tilbaka aðeins, sækir boltan. Þór. Skiptingunni yfir á Nikolás. Þannig að kemst inn í þetta. Kemur með langan fram. Kemur Halldór Atli. 4-4. Fyrir skotið. Góð vörn, já, Hafþór sýndist mér. Já. Mikilvægt blokk þarna. Voru komin í góða stöðu augnablik. Komin með allt sitt lið fyrir utan Darra fram yfir miðju. Andri Már með sendingunni yfir en hún er oflöng fyrir Halldór Atla. Aðeins svona sloknað á ákef Káramanna síðustu mínútur. Já. Eðlilega kannski, það fór mikið púður í það að byrja leiks og menn ætti að vera í ágæti standi til þess að geta gert meira af þessu. Margir hverjir bara í hörku standi. Það er ekki með þessu lengur fram, Sigurinn er tilbúin í þetta. Brynjar Óli nær þessu, kemur með Gabriel þó. Sveinn, Gabriel tekur hlaupið, fær hann. Og Sigurjón sem heldur þessum bolta. Fylkir aftur á Sigurjón en Venveig kemst þarna fyrir. Jón Þór upp á Andra Már. Venveig kom aftur Jón Þór, það gengur. Gabriel brýtur hann á honum. Þeir halda boltanum, dómarinn ákveður að stöðva leikinn. Augnabliksmenn vilja fá spjald. Já, þetta var alveg á grensunni en hérna Gabbi mæti bara aðeins og sent í þetta. Það er allt í lagi líka að láta aðeins finna fyrir sér. Komið 2 spjöld í leik, bæði hjá Kármönnum, hann séu þetta aftur. Það er hann svolítið fast aftan í hann en Já, áfram gakk bara. Það er langan fram, það er að taka hann með sér en samt ekki alveg. Hafþór kemst fyrir þetta, Jón Þór og Marteinn lætur hann að fara, vel gert. Klókuleikmaður Marteinn. Gríðarlega fótboltalega hæfileika. Langur á Nikolás, það er sem næstu við, Jón Þór kemst fyrir inn í þetta. Baka hérna á Eysteinn. Stingur hann inn, takst ekki. Sendur í höndurum á Lofamar. Kastar hann langt fram. Nú Gabriel sýnst með en takkar hann undan sér. Já, augnabliksmenn eðlilega kannski. Hefnaðist fyrir brotið. Já. Áðan. Það er bara eðlilegt í þessu. Gabbi verður að geta tekið því. Já. Menn takk og gefa. Það er ekki þessum góða tíma í þetta. Kemur langur fram á Sigurjón sem nær að nikka þetta aðeins en ekki nóg. Jón Þór. Það að verða frekar skrítin leikur. Mikill hiti í augnabliksmönnum. Já, nú þótt dómari leiksins aðeins að reyna að róa mig niður og láta menn fara að spila fótbolt aftur.
Sýna þeim hver ræður. Brynjar stilin eftir fyrir Jón Þór. Tæp sending hérna. Fylkir það getur tekið þennan. Eysteinn kemur boltanum upp á kantinn. Gabriel mættir hann í vörðinni. Svo Sveinn vinnur hann á bolta. Vel gert. Kemur hann að vinna á Fylki. Framleikir hann á Sveinn. Góð sending upp í hornið. Martin kemur á fleygiferð upp vinstra megin. Og nú komum við sér fyrir, en engastiði að Kármann. Stundið eftir hérna, gott hlaup hjá Sveini. Já, byrjar að vinna boltan sjálfur. Fær svo bara í hlaupi og hann er gríðarlega góður í akkurat þessu. Sveinn vinna boltan, svo er hann bara farin í stað. Já. Þetta er svona smá svona nýr Birkir Már Sævarsson in the making. Já. Kemur tilbaka Hafþór. Þetta yfir á Hilmar. Það leggur staðið, finnur Martin undir kantinum. Martin með skráði bara svo skot. Darri kom með 1 varið. Þetta er beint í statistíkina. Eysteinn. Þetta er skrítin aukaspyrna, ég verði að viðurkenna. Já, mjög skrítin. Á mínum að þetta er mjög hrein og fín tækling. Skil ekki alveg á hvað hann er að brota gefa þarna. Það er kannski fyrsta brotið á Sverri. Já, mögulega frekar. Mögulega. Andri Júlíusson hefur nú tekið nokkuð samtalinn við dómarana. Átti gott samtal við hann daginn þar sem hann sagðist nú vera mun rólegri þjálfari heldur en leikmaður. Gult spjald. Ég heyrist hann að vera, já, bara að ljúga því. Já. Ég held ég sé ekki að ljúga því að hann hafi verið spjaldaðasti leikmaður Kára í fyrra og nú er hann spjaldaðasti leikmaður á bekknum allavega Kára á þessu tímabilið. Þetta er ástríða. Aukaspyrna sem að augnablik á Breki tekur hana. Þannig að þetta með mikið plás, mikið tíma, skiptingur hérna yfir á Jón Þór. Sverrir tók þetta. Plás, vinnur vel tilbaka, kemur boltanum til Sverris. Hilmar Elías. Elís. Mátti að hlaupa þarna. Það vill ég sjá einhvern taka, Martin taka bara af skarið. Hilmar er með frábæra sendingar fram á völlin og þarna þurfum við bara að fá hlaup. Arnald Daði hérna með mjög langt hlaup. Kemur hann út á kantinn, sendingi fyrir markið. Og fyrsta markið er komið. Þetta var full einfalt hjá honum. Það var Tumi Fannar sem setur þetta fyrsta mark leiksins á 37. mínútu. Þarna var gat í vörninni hjá Kármönnum, sjáum þetta hérna aftur. Först sending fyrir. Alvöru fyrsta touch og frábærlega klára. Yfirvegar á boltanum Tumi Fannar Gunnarsson. Og fyrsta mark leiksins komið. Og það eru gestirnir úr augnablik. Já, þarna þurfa Kármenn að vera aðeins þéttari. Búnir að vera mjög solid fyrstu 35 mínúturnar. Ekki gefið neinn færi á sér og þetta er eðlilega svekkjandi. Þetta er raun og svona fyrsta alvöru færileika hjá augnablik í þessum leik. Já, klálega.
Sverrir. Langar fram og Nikolás Eysteinn kemst inn gegn fyrir þetta. Nú einhvern veginn bara, finnst allir dómar rangir. Það vond þróun á leiknum. Aukur spilna hérna rétt inn á miðjum vallarhelmingi Augnablik. Sverrir tekur þetta. Yfir til vinstri. Boltinn endar næstu því hjá Hilmar. Hann nær þessu, kemur honum út fyrir teginn. Gabriel nær honum ekki. Kemur hlaupi frá Augnablik. Arnar Már hleypur vel tilbaka. Já, vel gert. Marteinn mættur. Arnar Már liggur eftir en óvilja verk. Það reykast saman hana. Andri Már virðist vera að harka þetta af sér. Jón Viðar stendur yfir boltanum, tilbúinn að taka þetta. Jón Þór hérna tilbúinn við hliðina á honum. Hann nýtir sér það. Leysa þetta vel hérna Augnabliksmenn. Eysteinn. Arnór í hornið. Arnór með háan bolta fyrir markið. Hendur það í barðunni. Sigurjón til barðunni á móti Jón Þór. Vel varist hjá Sigurjóni. Það er ekki Sigurjón verður sér líka vel og vinnur ekki aukaspyrnuna. Alltaf að fá aukaspyrnu þannig að Sigurjón búinn að eiga mjög flotta leik. Alltaf tapaði inn við allan leikin. Sterkur bæði varnar og sóknarlega. Já, klárlega. Þá er hann með boltan tilbaka á Brynjar sem er smá vandræðum og Nikolás sækir að honum. Vinna þetta boltan. Marteinn nær að halda sinn á, vel gert. Ja. Hvarmið frá aukaspyrnu fá ekki, Augnabliksmenn leggja á stað. Andri Már skiptingunni yfir. Halldór Atli til varnar. Vel gert til Sveini. Hvarmið hreinsa. Í horni hérna er Jón Veigar. Tvogaðan hvor í annan. Já, vel gert til Sverri. Boltinn endar aftur fyrir endamörk. Markspyrna frá Marki Kára. Kominn alvöru skrokkur á Sverri og hann nýtir hann vel hana. Og tilbaka á Eysteinn. Tilhjöruna kennt hjá Augnabliksmönnum. Sveinn kemst inn í þetta en vond fyrsta snertingin. Brynir boltan aftur. Tumi Fannar tilbúinn á hægri kantinum. Fær hérna sendingunni inn fyrir Hilmar Elís. Vinnur þetta vel, kemur boltan tilbaka á Loga sem að setja það skemmtilega í gegnum súlunar. Þetta var reynsla. Brynjar setur boltan að Eysteinn. Arnór tilbaka aftur á Eysteinn. Það er svolítið tíma núna á boltanum Augnabliksmenn. Káramenn allir komið tilbaka. Nikolás svona einn í pressunni hérna frammi.
Þessi farinn. Þessi farinn, Jón Þór mistar hann út af. Engast sem Kára mun eiga. Marteinn tekur þetta engast. Fylki kemur að býða sig. Nikolás. Litni og Sigurjón. Fylki fær að hann, kemur hann á Marteinn sem kemur aftur á Fylki, vel gert. Sigurjón óheppinn fyrir aðeins yfir hann. Steinn kemur sér ekki burtu, beint á Gabriel sem nær valda á honum. Kemur hann út á Svein, sýnist mér. Góð bolti. Í bóksinu. Augnabliksmenn boltan, Andri Fannar kemur upp. Daniel kemur hann út á. Þetta ekki fyrir. Jón Þór með fyrirgjöfina. Hafþór gæti þetta burtu. Þetta er ekki spilna að breka hérna, kæri bakið á Fylki. Hafþór kemur boltan fljótt fram. Unnur Gabriel. Sveit farinn í hlaupið. Farinn Enn inn að ferina. Þarna hafa Nikolás. Sér hún inn í bóksi. Fylkir hérna galopin úti, Nikolás sér það ekki. Finna núna. Vel vannandi boltan, andar í engasti fyrir augnablik. Kára mun þarf að nýta þetta aðeins betur. Þannig að koma boltanum inn í teig. Þar er oftar en ekki Sigurjón bara 1 á 1 og hann er að fara að vinna þann skallabolta eða ná við alla daga vikunar. Þannig að við máum nýta það ennþá meira. Það vinna engastið strax tilbaka. Ná marka mínútur fyrirháleiks. Fylkir kemur mættur á Svein. Annað engast fyrir Kára. Gabriel. Smá miskilningur þarna. Nikolás með góða pressu, vinnur boltan. Kominn inn í teginn. Marteinn með honum hinum megin. Var þetta hendi? Hendi, menn vilja fá hendi. Býttu nú við. Sjáum þetta hérna aftur, vel gert fyrir Nikolási, vinnur boltan. Já, frábær pressa. Það er náttúrulega svolítið seint að vera illt í andlutinu en. Þetta er... Ef hann hefur ekki verið í hausinu á honum, þá var þetta allavega leikþáttur góður. Já, þetta er ekki svona fast. En dómarinn dæmir hotspinnu. Já, já. Marteinn er mættur út við hotspinnu. Hann er búinn að eiga 2 hættulegar hotspinnur sem að, eins og Malti ekki segir, allt þetta þröndir. Sjáum hvort það standist hér. Var í sterkt að jafna núna rétt fyrir hlé. Heldur betur. Með að við gang leiksins þá eiga það skilið. Þór. Og hvað? Sveinn. Það eru margir hana. Nikolás, en óheppinn. Það er ekki að halda boltana niðri. Þetta þarf einhver bara að taka skarið. Láta vaða markið. Vel gert hjá Hafþóri. Miskilningur hann í milli markmanns og varnarmanns. Sveinn. Sveinn bara neglunum í neti. Nikolás með skotið yfir, óheppinn. Já, hættulegar hotspinnunar. Já, og heldur betur. Brynjar Óli Steinn, þetta er sama formúla. Svo tilbaka á Darra. Steinn er að losa hann fram, kemur hann það endar hjá Handram á. Marteinn með engastið. Þarna slær augnabliksmaðurinn í hendina á hann með engastinu. Það er eitthvað sem að bæði aðstofadómarinn og dómarinn hefði átt að sjá, en gerði ekki. Það er fá augnabliksmenn aukaspinnu.
Það er mjög spes. Sjáum þetta, setur hendin í hann í engastinu. Dómarinn fór lítið á klukku sinna. Steinn með langa skiptingu yfir á Andra Má sem hann nær boltanum. Jón Þór með honum hérna upp hjá. Boltan af, Andra út af, markspyrna. Laumar að sparka sjálfur frá markinu. Þetta til hálfleiks. Staðan í hálfleik 0-1 fyrir Augnablik. Tumi Fannar Gunnarsson með markið á 37. mínútu. Og við ætlum nú að sjá hérna markið sem að skýra liðin af í hálfleik. Sendingin inn á tegin þar sem að Tumi Fannar tekur vel á mótunum og yfirvegar hann tegnum og setur hann í markið. En hjá Káramönnum var Nikolás næst í að skora. Sjáum það hér þegar það er boltinn á vinstri vangnum. Gemur sér inn á tegin. Fram hjá þeim tveimur. Setur hann svo í fjær en í stöngina óheppinn. Já, Káramenn svona heilt yfir haft yfir hundina í leiknum finnst mér. Þeir hafa komið sér í fleiri góðar stöður, fleiri svona, já, verið hættulegri fyrir framan mark Augnabliks en Augnablik fengið, já, eitt alvöru færi og þeir leiða leikinn 1-0. Sammála því, mér finnst líka einhvern veginn eins og leikurinn sé að spilast eins og Káramenn vilja. Þeir vilja vera aðeins tilbaka og vilja Augnablik sé að koma upp með boltan og það hefur verið svolítið spilað þannig og í raun og veru eins og við ræddum hann áðan að þetta er í raun og veru fyrsta og eina færi sem Augnablik fekk sem þeir skoruð úr. Já. Þannig að við höfum vonandi spennandi seinni hálfleik, hérna ekki fara langt.
Góður áhorfendur, velkomin aftur að skjánum. Seinni hálfleikur að fara að hefjast inn í Akranesshöllinni þar sem að Káramenn taka á móti Augnablik. Staðan 0-1 fyrir gestina í hálfleik. Tumi Fannar Gunnarsson sem var með mark Augnabliks á 37. mínútu. Leikurinn búinn að vera svona nokkuð jafn í fyrri hálfleik og þetta eina mark sem skilur að í raun og vera eina alvöru færið hjá Augnablik í fyrri hálfleik. Káramenn áttu hættulegri færi heilt yfir en komu boltanum ekki í markið. Það er það sem þetta snýst um. En sjáum hvað setur í síðari hálfleik. Augnabliksmenn byrja síðari hálfleikinn. Jón Vegar sem allar eiga fyrstu spurnuna og hún kemur hér. Enga breytingar gerðar á hvoru liðinu í hálfleik. Enga sem Káramenn fá. Þetta kemur boltanum að Sigur Jóns, gerir þetta vel. Og þetta með sendinguna. Þór, boltanum með miðina, Gabriel er þar, kemur boltanum á Fylki. Fylki með skemmtilega sendingu upp í hornið á Nikolás sem er rangstæður. Góð staðsetningarna á Gabriel, vinnur boltan. En mikilvægt að lesa línuna í þessu stöðum. Algjörlega. Þetta geta verið mómentin fyrir Kára að koma sér inn í leikinn aftur. Algjörlega. Gerðum það Sveini óöppinn, vissan aðeins en Gabriel. Sækir boltan. Sótti hann með á 3 Augnabliksmönnum en hann kemur boltanum á Hafþór. Steinn kallar þetta burtu. Sveinn. Fylki yfir að Sigur Jón út á kantinn. Menn í bóksinu. Steinn óheppinn hann að missa hann aðeins langt frá sér. Þarna fylla Kára með bóksi vel. Algjörlega. Verðum að fá þess að boltinn í tegin. Arnór með mikið pláss hérna. Það lefur hún bara að fara lengra og hann veit ekkert hvað hann á að gera. Þetta er alltaf boltinn tilbaka. Það er pressa hjá Sveini. Dákvæmlega, Jón Vegar, skiptingun yfir. Það er Daniel, hann er ekki að taka á mótunum. Sverrir vinnur hann. Kemur nú Loga. Það er fram á Gabriel. Tæpir hérna, ná að halda þessu. Sveinn. Sverrir. Káramenn vinstri kantinn. Sendingin inn í bóksi, Nikolás mistir á honum. Endar hjá Fylki, vel gert hjá Fylki. Gott skot, frábært skot hjá Fylki en Darri Bergmann verið þetta aftur fyrir. Komum við til með að sjá Martin taka hornið. Voru 3 horn í fyrri hálfleik, öll mjög hættuleg. Já, þetta er bara alveg gæði á Fylki. Þetta er glæsilegt touch, hvernig hann leggur boltan fyrir sig og hnitmiða skot. Darri Bergmann var þetta vel. Fylki fyrir Minjó eins og einhverju vilja kalla hann. Já, ég tek undir það. Bolti fyrir markið og fínasti bolti. Hættulegar hotspinnur hjá Martini. Hjálmar Eilífs með einkastið fyrir Káramenn. Hafþór Pétursson einhvern veginn eins og Sigur þarna í bóksinu þegar hann kemur upp. Alltaf viðlóðin eitthvað. Sigur hann ykkar hann tilbaka, Eysteinn þar aðleit. Boltanum á Arnór. Arnór fær eftir mikið tíma, leitar eitthvað að gefa og sendur hann tilbaka. Og pressar hann hjá Kármennum.
byrjaði setna hálfleikinn eins og þann fyrri. Já, þeir eru greinilega nota hálfleikin vel, safna orku og ákveðið að koma að sama krafti og er byrjuð leikinn. Það er hættuleg tækling og fyrsta gula spjaldi á augnablik að líta dagsins ljós. Káramenn er alltaf besti þegar að skapa stemning og menn fara af fullum krafti í alla bolta, allstar á vellinum. Akkurat. Þar er Kári. Þá er ekki mörglið sem að vinna Kára í sumar. Marteinn með aukaspyrnu út á vinstri vængnum. Svona fyrir miðju á miðjum velli. Ja, miðjum vallar helmingi augnabliks. Marki Káramenn komin inn á boxið, bara 2 tilbaka pluss markmaðurinn. Marteinn með aukaspyrnuna síður í gegnum pakkan. Vel gert hjá Gabriel. Já. Sverrir tekur engastið. Fylkir vinnur á næstu því. Eysteinn kemur hann á Jón Vegar. Vel gert hana. Þetta er bara aukaspyrna fyrir Kára. Já, já. Það er gert hana hjá Arnar Má. Komst hann inn í spilið og vinnur aukaspyrnu. Sverrir kemur boltanum strax á Hilmar. Góður boltinn að tegi við Hafþór hana. Samstöðuna milli Darra og Hafþórs. Áfram með leikinn, Sverrir. Setur hann út í vinstri, góður bolti og flott úthlaup hjá Darra. Enn og aftur er Hafþór Pétursson í Darradansnum. Vel gert að Fylki vinnur boltinn inn á tegnum. Sveinn með honum, fær hann inn að, leggur hann aftur til Fylki, aftur á Svein. Að Gabriel fyrir ekki. Góð bolti fyrir, Nikolás óöfn hann það. Fín pressa hjá Káramönnum núna fyrir í byrjun seinni hálfleiks. Já, vel spilað, þolinmóður, býð eftir rétta mómentinu, komni 2 á fjárstöngina. Já, þú veist, vantar hestla munin. Eysteinn kýlir þetta fram. Þar er Hafþór. Stöður hjá hann út á Hilmar. Hilmar kemst með góðan bolta fyrir markið. Fylkir hann í barðunni óöfn. Þar er hann aftur yfir til vinstri, góðu bolti aftur. Nóg að gera hjá Darra í markinu. Já, hann er að gera þetta vel, markmaðurinn, hann er að leysa mjög krefjandi bolta mjög vel. Heldur betur, lendir hann í samstöðu við félaga sinn sem liggur eftir. Góðu bolti hérna hjá Sverri, 2 flottir í röð hjá honum. Sigur hann í barðunni, óöfn náðu sig ekki en vel gert hjá Darra í markinu. Þetta er náttúrulega vopn sem að Káramenn geta beitt. Að bæði Sverrir hægra megin og Hilmar vinstra megin eru með góðar lengri sendingar. Og við erum með menn sem eru tilbúin að taka þessi hlaup og koma sér í stöður. Ánægður með Kára síðustu mínútur. Sammála því. Þeir eru að sækja jöfnumark. Sjáum við náttúrulega Fylkir bjóð sér til þetta skota á hann og markasturinn hjá Darra. Það er ekki stefna þetta inn á völlunum hver að fá boltan, ég voru ekki Káramenn með hann. Man ekki betur. Þeir alltaf að sækjast hart eftir að fá hann.
boltanum við þakkið. Það var fyrsta skipting leiksins sýnist mér vendum hjá Káramönnum. Fylkir eitthvað, kvenkaði sér eitthvað náðan og virðist að fara velli. DJ Marino Hilmar kemur inn á. Margir rekna með að Marino myndi byrja þennan leik. Veit ekki hvort hann sé eitthvað meiddur eða hvað það er en hann er allavega komin inn á. Sterkt að fá hann inn í svona stöðu. Algjörlega. Eiga hann inni. Draga augnablikismenn sér tilbaka á hvað hann komið boltan. Sverrir. Gabriel. Getur Nikolás er vinnur tilbaka. Gabriel. Sveinn úti, fær hann. Ekki alveg fyrir. Daniel. Breki. Kemur út á hægri. Jón Vegar. Það er mikið plás. Það skiptir minni öll hægri. Narvi. Flottu bolti. Jón Vegar. Skotið. Hilmar Elís til varnar. Hornspyrna. Það er skipting hjá augnabliksmönnum líka. Arnór hlaupur hérna sýnist með styðstuleið út af vellinum. Varnarlína Kára búinn að vera mjög solid í þessum leik fyrir utan eina sekundu sem þeir glemdu sér. Algjörlega, þá var þeir refsað. Sá ekki alveg hver kom inn á. Guðni Rapp heitir hann. Hornspyrna. Augnablik. Fastu boltinn á teginn. Logi slærði burtu. Það sem fyrir markið aftur. Kjartan Nikolás tókaði í hana, heldur áfram. Fær boltan aftur. Kemur hann áfram. Og opinn. Fín vörn hjá Augnablik. Já, opinn hann. Búið að vera kraftur í Nikolás þetta. Já. Búinn að vera vinna boltan með sinni pressu og koma sér í skoti stöng og koma sér í góða stöður. Pressa Sveini. Flott pressa líka. Sigurjón. 3-3. Marino og Svein aftur. Sveinn kemur með hann í fyrsta. Inn á teginn. Þetta fyrir Sigurjón. Fyrir skotið. Darri verið þetta. Hornspyrna. Gult spjald. Spjald þarna fyrir brota á Sigurjóni þegar hann var boltan. Sýnist að vera Breki sem fekk þetta. Það getist til hérna. Skiptur aðeins hérna í jörðina. Já, hitt hann ekki alveg. Ætlar að reyna gamlan góðan Heimi Guðjóns utanfóta snuddu. Það hefur verið rosalegt mark. Gabriel fær hann vissan aðeins yfir sig. Guðni. Jón Vegar. Inn á miðjuna, mikið pláss hérna. Halldór. Sýtur nú til hægri.
Gert til tvima hérna, gefur hann út og Jón Þór gefur hann ekki fyrir, góð vörn hjá Martini, hornspyrna þannig skiptingin fyrir síðari hálfleik, Jón Þór að fara á velli hjá Augnablik. Í hans stað kemur Freyr Snorrason, treyja númer 26, allavega stöpur sem 26. Hornspyrna Augnablik. Angrupi er þessi fyrir bara aftur fyrir endamörk. Það er að koma rast í leik en hætti við. Stuttar Sverri. Augnablik mæta þeim, Sverri skiptir yfir. Tekur bara Hafþór og Rás. Sendinguna saman Marun og Hilmar, gengur ekki, Eysteinn kemst inn í það. Þannig Sveinn tilbúin mætunum. Andri. Út af. Sveinn með engasti. Gabriel býðir sig, gefur hann aftur Sveinn. Saman ykkur á, aðeins og hár. Loftið. Sverrir aðeins að fýra í sínum mönnum. Vill meira. Já, ég tek undir með honum. Já, við þurfum að fara að fá jöfnumark í þetta. Kíkjum aðeins á stöðunni í öðru leikjum, þá er markalaust í Sandgerði hjá Reynismönnum á móti Magna. Árbæingar eru undir heimavölli á móti Ími og IH Kormákur Hvöt, þar er staðan 1-1 en Sigurjón hérna góð barndæg á Sigurjóni, vinnur hornspyrnuna eða innkast sannlega. Sveinn með innkastið. Sigurjón til Gabriel aftur á Sveinn, vel gert. Sveinn með hann fyrir markið, lágur bolti, ná ekki hreins þetta, óhöppin á það, boltan í hendina, ósamálaði, út með þetta að fara í brjóstið. Sjáum þetta aftur. Alveg Chesta Marino. Þetta var rétt. Rétti dómur. Já, skiptingunni yfir. Hilmar kemst á fyrir boltan. Tæpar hann Logi, Sverrir hreinsar þetta aftur fyrir. Ég þarf að passa á þessu, halda fókus. Heldur betur. Hornspyrna. Hann vegi þessu góðan tími í þetta. Laga netið og frá Hafþóri. Breki setur þetta inn í teiginn, góð. Þetta dæmt mark af
Nei, þannig eru Káramenn heppnir. Brekka finnst Gleyma þeir sér. Gleyma bara mönnum á fjársvæðinu. Þeir eru þarna, já, tveir augnabliksmenn. Það er tæft maður. Já, það eru heppnir þarna Káramenn. Þetta er Nikolás, komin upp. Breki liggur eftir. Það Brynjar fríkiði. Það kemur eitthvað högg. Tveir augnabliksmenn fríir inn í teg. Þetta þurfi að leysa betur. Algjörlega. Heppnir hérna var dæmt á augnabliksmennina. Brynjar Óli virðist eitthvað að vera laskaður. Það er tvöföld skipting hérna í vændum hjá augnabliksmönnum. Brynjar þarf að fara að velli að fekka aðhlýningu. Þreföld skipting. Jón Veigar fer að velli. Breki fer einnig að velli. Og ætli það sé þá ekki líka Brynjar Óli sem hefur meiddur fyrir utan völlinn. Hvernig er það, Arnar? Núna er hann að skipta mann sem fekk aðhlýningu. Má hann koma inn á strax? Var hann ekki að... Það er bara mjög góð spurning. Þannig að þetta trygg sem að það þarf að fara að beita bara. Já, þetta er alveg tryggs. Það er ekki alveg menn búin að vinna heimaðunna. Já. Hafþór Pétursson komin inn á tegin. Hilmar. Ísir til plás. Þannig að hann brotið á honum, ekki dæmt. Gabriel. Sverrir. Skiptingunni yfir. Góður bolti. Óheppinn hann með touchið. Það er hann á tilbaka á Loga. Logi upp á Hafþór. Vel leist. Miltilíkur þarna þessari sendingu. Endar í löpunum á Darra í markinu. Þessi góðan tíma að hann vil að maðurinn Hilmar kemur og setur pressa á hann. Stefnir langan fram, þess endar í fanginn á Loga. Kemur boltinn á dagsleik. Vel gert af Sveini. Mikið plás, mikið hraði. Gabriel með þeim inn á tegnum, ásamt fleirum. Óheppinn. Marteinn. 5 inn á tegnum. Endar í fanginn á Darra. Óheppinn að það. Fullt af mönnum inn á tegn, mikið plás. Spurning hvort að Sveinn hefði bara geta látið vaða á marki sjálfur. Já. Það er vel óöppin hann það. En vel gert hjá honum að vinna dúelinn og koma sér í sérstöðu. Það er ná stöðn í bakinn á honum, Gabriel. Ekki leik vinnum boltan. Við hafnið á Daniel sem er þessu. Daniel getur átt með Svein, setur hann í fjær, framhjá. Góður boltan upp í hafnið á Daniel sem hann gerði vel en hitti ekki á rammann. Þarna komast þeir aftur fyrir vörn Káramanna og gera þetta feikið vel.
skiptingun yfir. Nikolás tekur á móti þessu, það er hann þó ekki alveg. Steinar á Eystein sem hreinsar þetta í burtu. Vill hann að valda boltann á Tumi, skiptingun yfir. Skot þarna frá leikmann nr. 21, Guðni Rafn. Upp og niður leikur þessa stundina. Vægast sagt. Þetta er í Nikolás nær þessu. Þetta er ljótt brot þarna. Freyr Snorrason brýtur þarna illa á Nikolás og fær réttilega gult spjald. Þetta er með þess að í mínu bókum er þetta svona dögt gult. Já, alvöru touch þarna hjá Nikolási. Já, hann er í raun og veru bara nánast að komast í markfæri þannig. Hann er að nálgast tegin og er aðeinn en gult spjald, sennilega rétt. Já. Þannig að það hefði verið full mikið. Þetta er möguleiki. Þetta þurfa Káramenn að nýta. Algjörlega, Gabriel stillir sér upp til að taka þessu aukarspyrnu. Stóru póstarnir komnir inn á teg. Sendingin inn í markið. Góðu bolti, óheppnir að hann ná ekki að koma touch á hann. Það þurfaði bara að vera aðeins gráðugri á boltan. Þetta er fínasta sending hjá Gabriel. Flottu bolti inn á hættulegt svæði og Darri var treystir sér ekki út í þetta. Kemur skipting hjá Káramönnum. Arnar Már fer á velli. Axel Freyr kominn á. Axel Freyr Ívarsson mættur til leiks. Andri Már með engastið fyrir augnablik. Langar upp í hornið. Sveit skallar þetta út af. Og Andri aðan aðra telur. Sveitin að vinna boltan, gefur hann Sverri, sem kemur aftur á Svein. Það er svo fram, en Andri Már nær þessu. Þetta á Eystein. Það skiptir þessu alveg yfir. Þór hlust inn í þetta, sendingin langur fram. Góð sprettur á Gabriel. Yfir það hjá Darra. Þetta pressa aftur hjá Káramönnum. Þetta missir boltan en slinn út af. Einkast fyrir Kára. Sveit. Nikolás með mynd upp í horninu. Það er boltan. Sveit býður sig, fær hann aftur. Nikolás tekur hlaupið. Innkast fyrir Kára. Nikolás fær hann upp í horninu. Hann er bækinu, vel gert hjá Nikolási, kemst fram hjá þeim. Hendur boltanum, Sveit. Sveit býr sér til plás, óheppinn. Ekki brjóta. Sverrir stelur þetta inn á Sigurjón. Sigurjón snýr. Fínasti tími. Gabriel. Sigurjón baði mann upp í horninu, fekk ekki. Nú komast inn í það. Þetta er Kleifalegt brot. Já, býður upp á þetta. Þarna þurfa að vera klókari. Þetta gerist einum og oftar minn smekki í leiknum í gær líka í Grindavík. Akkurat á þessum mómentum þurfa leikmenn að vera klókari, halda, ekki brjóta þessum stöðum. Já,
Bolti fram, Hafþór í mikilli baráttu. Rúnar Inga sem brýtur af sér, brýtur af Hafþóri. Hafþór líkur aðeins eftir, við vorum þetta sé nú ekkert alvarlegt. Vonandi góðu lagi. Hafþór mjög mikilvægur hlekkur í þessu Kára-liði. Heldur betur. Búinn að vera flottur í dag. Laugi tekur sökisvinnu, gefur hann á Gabriel og skiptir niður á Sverri. Þetta fram með Sverri, finnir sigur og hann skattar hann inn á Marino. Dauðafæri. Darri ver þetta virkilega vel. Marino og Hilmar komin í dauðafæri hann en Kára halda boltanum. Vel spila, flott upplegg að koma með þessa bolta upp á Sigurjón. Hann er svo góður í að flikka sig áfram. Já. Þetta er komið með Marino í hlaupin inn fyrir. Þetta er bara dauðafæri. Ópen að klára þetta ekki. Hilmar. Hilmar er komið vinstra megin og Marteinn inn á miðjuna. Smá taktíska breytingar hjá Kára. Sveit skallar þetta í áttina að tegna Nikolás. Þetta endur einhvern veginn hjá Nikolás hérna. Sveit upp í vatni, Nikolás reynir að koma með henni, tekst ekki. Þetta er hjá Marteinn. Sigur hún upp í vatni. Það er okkar Klausson áfram með leikinn. Gabriel. Bæði liði vandræði með að koma boltanum á samherjunum þessa stundina. Stærrið með langa bolta fram og Sigur. Sigur hann hérna um boltan. Býsir til smá plás. Sveit tilbúinn úti, fær hann. Inn á teginn. Sveit í markið. Það kemur þessi burt upp. Stærri. Björn eftir Sigurjón. Kemur út í hann. Darri hérna. Nær nú ekki boltanum. Getur Sveini. Gabriel. Frábælega gert í Sveini. Þetta er það sem við erum að tala um. Vinna þessa bolta, koma þeim á samherja, halda honum inn á liðsins, halda pressunni á augnablik. Tólf mínútur eftir að venjuleg leiktíma hérna. Staðan ennþá 1-0 fyrir augnablik. Flottur bolti. Hilmar nær þessu. Kemur inn á teginn. Marino hérna óheppinn. Þannig í fanginn á Darra. Ánægður með orkuna í Káramönnum þessa stundina. Já, ég sammála því. Augnablik virðist þessu að halda bara þessu eina marki. Því bara sáttu við það. Darra langa fram. Bolti endur hjá Halldóri. Og í stöngina. Halldór Atli þarna, komur allt inn einni fyrir. Guðni Rapp. Út á Hrannar, með skotið, farin aftur. Gabriel til varnar. Hrannar upp í hornið.
Ekki fyrir markið og skallin hérna frá Halldóri sýndist mér. Það var hérna eitthvað með athugasemdir við bekkinn hjá Augnablik sem enda með gulu spjaldi. Sveinn aðeins sofandi þarna í færinu sem Myklublik fær. Lætur nappa sig á blindu hliðinni. Hotspilna Augnablik. Góður bolti inn á teik, inn á markinu. Sýndist lögin á þessu. Já, þessi bara leiðin inn. Já. Sjáum þetta eftir hérna. Góður bolti inn á markinu. Logi með þetta. Tímyndir eftir. Spilna hérna var skallar hérna yfir frá Eysteini sýndist mér. Sigurjón. Þannig að Marino. Eftir að Sigurjón skiptir hann yfir á Nikolás. Hann næri þessu upp. Sveinn tilbúin út til að fá hann. Nikolás nýtir það. Sveinn með boltan fyrir markið. Þór. Skiptingun yfir á Sveinn. Vel tekið á móti þessu. Sveinn, Nikolás. Hann á Sveinn og Gabriel með skallan fyrir en vandar í fangin á Darra. Það tekur þetta, kemur hann ekki, Gabriel endar hjá Halldóri. Stúki sending inn fyrir. Frábær tækling hjá Halldóri. Ekki vörn. Guðni Rapp komin inn fyrir, en Hafþór tók þetta á reynslunni. Þetta er það sem við köllum reynsla. Sigurjón hérna. Flaggaði rángstæður. Óöppin hann að Sigurjón. Sjáum þetta hérna aftur. Standingin inn fyrir. Glæsileg vörn hjá Hafþóri. Skipting hjá Kármönnum. Gabriel fer af velli. Þannig kemur Fjallar Sigurðsson. Fjallar átti frábæra innkomu í bikarleikinn móti Þór. Kom með því líka kraft, fiskaði vítaspyrnu. Það er óskandi að hann komi með auka orku inn í síðustu 10 mínútur. Saman því, hérna tæpir í Sverrir sparkar. Þetta er nú algjör óþarfi. Halldór hann hleypur í Loga. Saman þetta hérna aftur, þetta er algjör óþarfi Halldóri. Það er enga ástæða til þess að fara yfir hann. Þannig fyrir leik, Logi. Akkur upp í vinstri hornið, Sigurjón nikkar hann, vel gert. Sigurjón og nikkar sem boltum áfram. Þannig er hann að valda boltanum, kemur upp í hornið. Tumi, sínst mér. Tumi Fannar.
Það sendir í netinu. Tvö 0 fyrir augnablik hérna. Í raun og veru kannski annað færi þeirri seinni hálfleik. Þeir eru að nýta þessi fái færi sín vel. Rúnar Ingi Eysteinsson sem kom inn og svo varum að ráðan. Setur hennan í netið. Sjáum Tumi Fannar hérna. Mjög effektífur. Vægast sagt í þessu leik, augnabliksmenn. Það er akkurat þannig. Káramenn eðlilega konum með fleiri menn fram á við. Sigurjón er að vinna þessa skallabolta og þeir þurfa að vera betri að lesa seinni boltan. Algjörlega nýta þessa boltavarstjórnum fyrir fá counter í andlitið í staðinn. Káramenn upp. Sverrir. Mikið plás. Setur hann upp í vinstra hornið. Alex. Fjallar. Átmenni broti á Fjallari. Vítaspinna. Þetta er bara alveg svo á móti Þór. Kemur inn á og sækir víti. Ég veit ekki, var þetta innan teiks? Já, þetta er innan teiks. Hárrétt, vel dæmt. Hárrétt. Arnar auga þarna. Marino Hilmar tilbúin að taka þessu vítaspinnu. Það er DJ Marino á punktinum. 86 mínútur á klukkunni. Gult spjald hérna á Eystein sýndist mér. Sama Darri gefur hann svona aðeins meira pláss hægra megin við sig. Marino setur hann bara í mittmarkið. Mittmarkið, öruggur. Vel gert. Ártóra leikur aftur. Ártóra leikur. Eftir að Rúnar Ingi hafi komið augnablik í 2-0. Þá minnkar Marino Hilmar munur nú vítaspinnu bara strax í næstu sókn. 3 mínútur pluss upp á tími eftir. Akkurat. Það er nóg eftir að þessu. Nýta þennan meðbyr. Skipting hérna hjá Káramönnum sýnist mér. Stólum ekki eftir í hvað fyrir út á. Það hefði ekki verið bara Hafþór Pétursson. Marteit fyrir aftur í vinstri bakvörðin. Jú, það er rétt hjá þér. Hafþór er Hilmar og Sverrir miðverðir. Loka mínútur leiksins komin í gang. Staðan 1-2. Sveinn unnubolta. Betur Millingar komin inn á. Daniel. Settur hann inn í teginn. Góð sending. Fínasta færi hérna. Guðnir Hafn búinn að vera hættulegur síðan hann kom inn á. Kolbeinn, kemur aftur Svein. Kolbeinn. Marino vildi fá hann hérna bara í hlaupið. Andri Már gefur sér góðan tími í innkast. Spilna af Káramenn fá nú. Káramenn að drífa sig. Hilmar. Fjallar á alvöru spretti. Hleypur inn í. Það er ekkert grín að fá Fjallar svona á sig. Ekki trúa því. Myndi ég halda. Þannig að flegi ferð. Alvöru power. Síðasta mínúta af venjulegs leiktíma komin á stað, það var nú eitthvað bætt við. Fjallar allavega mættu til þess að segja mark. Já.
Nei, þau eru líka að vera klókir og ekki brjóta mikið á sér og leyfa augnabliksmönnum að eyða tímanum. Algjörlega. Það er með þessu aukaspyrnu upp, setur hann upp í loftið. Aukaspyrnu skila boltanum í ekki engast. Þegar mann er að halda þessi ná. Fram. Nú mistur af honum hana, 90 mínútur komnar á klukkuna. Darri er ekkert að drífa sig. Fjallar. Það er öllum bröðum beitt. Sveinn nær þessum, boltinn í einn kast. Þetta er alltaf að gefa sér eftir góðan tíma. Tími vinir með augnablik núna. Sveinn með þessu, Nikolás, komið einn. Þessu fastur. Darri hensar þetta í burtu. Sigurjón fær hann yfir sig. Daniel kemur þessum bolta fram. Hérna eldir þetta Logi, rólegur. Þetta fram. Sverrir nikkaðan tilbaka og Loga, vel gert. Boltan hérna aftur. Kemur hann fram völlinn. Fjallar næstan yfir sig. Daniel. Nikolás til varnar, kemst fram hjá þeim, Sverrir mættur. Daniel ekki alveg jafnvæginn, kemur boltanum á markið en Logi nær þessu. Það er að flýta sér. Já, það er komið 4 bara í fremstu viljunni á Gára. Nú fá boltan inn í. Nær ekki yfir en Nikolás nær þessu, kemur hann út á Svein. Kolbeinn dregur út á kantinn, fær boltan. Kemur með hann fyrir markið. Það er Axel Freyr hann að ná ekki að koma hann fyrir. ...92 mínútur á klukkunni, krampi hjá Augnabliksmanni. Já, ég hef búin að leggja líf og sál í þennan leik. Heldur betur. Dómari gefur þetta kynna aðeins í að stoppa tíman. Það er leiðilegt að komi krampi hér og þar svona í byrjun tímabils. Dómarinn ennir ekki að bíða lengur, bara áfram með leikinn. Ef maður er með krampa þá er hann bara með krampa, segir hann. Já, bara áfram leikinn. Sverrir með boltan, setur hann upp í vinstra hornið. Frábær sending. Kemur Fjallar, tekur vel á mótunum. Áfram með hann hérna, býr sér til smá plás. Skotið yfir. Ekki alveg að skynsalegast þessari stöðu. Gerði vel, náðu boltanum vel niður og náðu valda á honum. Já, gerir allt í rauninni vel nema skotið. Það er aðeins að tegja sig í hann. Það er erfitt að halda honum niðri í þeirri stöðu. Það er þannig. Það er með markspyrnuna. Sigurjón vinnur hennar bolta en boltin er út af. Innkast sem Augnabliksmenn eiga. Annað innkast, fikrar sig hægt að rólega böllina meðan klukkan líður. Guðni er aðpanna. Marteinn til varnar, Guðni gerir þetta vel, kemst fram hjá Marteini. Þetta vinnur teginn. Halldór Atli. Bara vinnur tíma, Marteinn sækir að honum. Axel er að koma á flegi ferð. Gert. Og missir boltan aðeins langt frá sér.
Lognar með skotið, en Logi verið þetta. Káramenn að drífa sig. Sveinn, ekki á Sverri. Mjög sennilega síðasta tækifæri. 95 mínútur að detta á klukkuna. Þurfa að fá hann upp. Nikolaus, baka Sverri. Sverri upp í hótnum á Sveinn. Sveinn finnur Kolbens, ekki meira aftur með hann og Sveinn. Verð spilað aðeins og fastu kannski. Sveinn er snöggur en ekki svona snöggur. Ekki alveg nógu gott. Þetta er klaufalegt. Það þurfa að gera betur. Koma boltanum inn í teg og reyna að búa til eitthvað. Algjörlega, það er ekki að gefa sér góðan tíma í þessa markspyrnu, færir boltan yfir. Þetta var ekki leiðin. Markspyrnu Sigurjón mætir í að skalla þetta, tekur hann bolta. Nikolaus á Kolbeinn Tuma. Kolbeinn komið inn á Fjalar, tekst ekki, Sverrir. Sigurjón að vinna skallabolta númer 130 í þessum leik. Það er gríðarlega góð. Biður hann hérna hátt upp á völlinn. Kolbeinn nikkar hann yfir, tekst ekki. Það er gert hjá Hilmari. Marteinn, boltan endur á Nikolausi. Nikolaus Fáu eitt sem séu komið inn á Fjalar, tekst ekki. Daniel liggur eftir vellinum, alveg búinn á því. Annar krampi. Í 26 mínútur konar á klukkuna. Gamli góða leikþátturinn. Það er hérna aðhlynningu. Það er bara velli. Krampa liður til gang svona. Já, gefum það. Sennilega síðasta færið. Síðasta tækifærið í þessu leik. Káramenn skilur boltanum tilbaka. Örnulving hreinsar. Sverrir þarna. Setur nú beint fram, vel gert. Við erum þetta, Fjalar, partinir, nærði ekki. Örnulving hreinsar bara boltan út af. Og þar kemur lokaflautið. Úrslit leiksins þau að Káramenn skora 1 mark en Augnabliksmenn 2 og 3 stigin fara því í Kópavogur. Við ætlum að ræða við Aron Ími hérna eftir leikinn. En fyrst skulum við fara yfir mörkinu þessu leik. Augnabliksmenn bara mjög effektífir. Kláruðu sín færi. Gerðu það vel. Algjörlega, þetta mark er bara mjög vel gert. Tuma Fannari. Kemur hérna annar markið. Kemur hann við línuna. Stuttu setna var það svo vítaspyrnan. Fjalar fiskaði að vanda. Svo vítir svo hér hjá Marun og Hilmari. Ice cold. Ice cold. Niðurstaðan 1-2 sigur Augnabliks í þessum fyrsta leik. Káramanna og Augnabliks í 3. deildinni. Arnórsson, ef þú ættir að velja mann leiksins Káramegin, hvern myndur þú taka? Mér fannst Sigurjón svona standa upp úr í dag. Hann var hérna mjög duglegur, vann svona 97% af sínum náum, sterkur í loftinu, góður að koma sér inn í bóksið. Bara stjórnaði spilinu vel á miðunni. Þannig ég myndi svona taka hann út ef ég á að taka einhvern. Já. Svo hérna varnarlína líka, stóra parta í leiknum, mjög solid. Gleyma sér hérna í 2-3 skipti og það er bara nóg í svona leik. Augnabliksmenn refsuðu því og það er þess vegna sem þeir vinna hann að leikinn þetta.
Akkurat, myndirðu svona fyrstu viðbrögð eftir leik, myndirðu telja að séu svona einhver áhyggjuefni hjá Káramönnum eða var þetta bara fyrsti leikur? Nei, ég myndi ekki segja áhyggjuefni, þeir eru náttúrulega bara að rífa sig í gang strax í næsta leik. Mér fannst þeir spila vel á köflum, Káramenn. Það vantaði svona herslumuninn oft á tíðum. Mér finnst pressan fungera vel, sérstaklega til að byrja með og það kemur náttúrulega bara með fleiri leikjum og meiri leikæfingu að geta þeir tekið þannig kafla oftar í leikjum. Og Káralið er mjög spennandi lið og þeir þurfa bara að halda áfram á þessari braut og hafa trú á því sem þeir eru að gera. Algjörlega. En náttúrulega mjög svekkjandi tap. Og ég held að þeir viti það best sjálfur að þeir hefðu átt að gera betur í dag. Algjörlega. Næsti leikur er það úti á móti IH. Er það ekki leikur sem þau fara bara illa að vinna? Jú, klárlega. Það held ég sé ekki nokkuð spurning. Alltaf fúlt að byrja tap í deilda heimavelli en þeir þurfa bara að koma sér í gírinn aftur og fara þarna á erfiðan útivöll í Skessunni og það er bara 3 stig og ekkert annað. Nákvæmlega, en Aron er að gera sig kláran hérna í viðtalið. Ég ætla að stökkva niður og tala við hann. Arnór, þakka þér kærlega fyrir aðstofana hérna í dag. Takk sömuleiðis, gaman að vera með ykkur. Hann er komið til mér hérna Aron Ýmir, þjálfari Kára, svona fyrstu viðbrögð, það er ekki típisk spurning eftir svona leik? Jú, það er bara náttúrulega gríðarleg vonbrigði að tapa leiknum. Mér fannst við byrja leikinn töluvert betur heldur en Augnablik. Já, byrja fótboltaleikur, sem ekki vera fyrir. Mér fannst við byrja leikinn nokkuð sterkt, hún betri fyrstu 10-15 mínútur síðan svona aðeins skáf eftir slökna á okkur. Fengum á okkur mark í raun og veru fyrsta skiptið sem að þeir náðu að komast bara inn í vítategin okkar. Smá á hælunum út hálfleikinn en í seinni hálfleik er náttúrulega bara gríðarleg vonbrigði að hafa ekki náð að skora fleiri mörk. Byrja leikinn með að pressa og svolítið vel, leyfið þeim aðeins að vera með boltan, tóku svo pressunum tilbaka. Þetta var að virka vel. Já, við vorum að viljum fá ákveðna færslur í ákveðna svona pressutryggurum hjá okkur. Mér fannst það ganga vel stóran hluta í leiknum. Þeir aðlögðu sig að okkur, fannst mér, út hálfleikinn sem að við lögum svo í hálfleik og í seinni hálfleik var þetta fannst mér ganga bara mjög vel. Nákvæmlega, við tókum eftir því að seinni hálfleikurinn byrjaði að vera nákvæmlega eins og fyrri hálfleikurinn, þannig að þegar við farið vel yfir þetta og þetta var það sem þið ætluðu að gera, að ná að pressa þá og leyfa þeim að vera með boltann og reyna að koma svo í skyndisóknir á þá. Já, ég meina einkenni Káraliðsins hefur verið bara frá stofnun vera aggressífur, orkumiklir og með mikla ákefð. Og það er bara einkenni sem við viljum halda áfram gangandi í félaginu og klúbnum og mér finnst bara að þetta verið einkenni Skagamanna líka. Þetta er bara, hefur verið í gegnum árin einkenni Skagamanna hvað eru ákveðnir
orkumiklir og með mikla ákefð. Þannig það eitthvað sem við leggjum gríðarlega mikla áherslu á. Næsti leikur Skessunni móti IH. Geturðu beðið? Nei, ég var til að spila nú morgun bara. Eða eftir frekar. Takk fyrir þetta, Arnur, við gangið vel. Takk. Við segjum eins lokið í Akranessvellinum í dag. Takk fyrir okkur. Góða skemmtun.